Já, ég er fædd í Hvammkoti 13. september 35 og ég er næst elst af 6 systkinum. Hvammkot er komið í eyði. Já. Og stóð... Það er svona fyrir utan og ofan hof, það er bara götuslóði, það var nú aldrei nema kerruvegur þarna upp eftir. Nei, þannig að það sjást lítil ummerki eftir húsið í dag. Já, það er alltaf fallið. Bærinn var, það var baðstofa, þiljuð í hólf og gólf og loft yfir, þiljað líka. Já. Og svo fyrir framan þá var svona stórt búr og með moldargólfi og með svona hillum á veggjum og svoleiðis. En þar fyrir aftan var reykhús, hlóðareldhús og reykhús. Og bærinn Hlýr af því þetta var torg? Það var Hlýr, já. Og til hliðar var þetta, svo var hægt að ganga fram smá göng og þaðan út. Og svo var fjósið nær og kýrnar fóru út sömu dyr og við gengum þegar þær fóru út á sumrin. Þið voru 6 systkini? Já, við vorum 6. Og hvað voru þá margir í heimili? Var vinnufólk eða? Nei, reyndar tóku foreldrar mínir tvisvar. Það var að reyna að koma niður einhverjum vandræðafólki. Þetta var nú á þeim tíma, þau voru ekki öll fædd systkini mín þá. Svona 6 til 8 manns í heimili í þessu litla húsi? Já. Næstu nágrannar voru þá? Næstu nágrannar voru hjónin á Hofi, Sigríður og Páll. Það er góða fólk. Já. Og einu sinni þá var nú, pabbi fór að sækja ljósmóðurina þegar yngsta systir mér var að fæðast og kom við á Hofi. Og Sigríður fór upp eftir og tók á móti barninu, það var fætt að kom með ljósmóðurina heim. Já. Og þegar þið fóruð að fara í skóla, það hefur verið farskóli? Já, við fórum í farskóla og það var kennt á Hofi og svo var kennt hérna út í Kálfsamarsvík. Já, og fóruð þá bjugguð bara? Við bjuggum á Sviðningi og gengum hún í Kálfsamarsvík í skólan, ég og Kristján bróðir minn. Já. Elstu. Og svo var skólinn á milli bæja þarna innfrá og bara komið fyrir á bæjum, grunnskólanum. Já. Svo var náttúrulega ekki hægt að tala framhaldi, maður átti ekki pening í það. Nei. En við fórum allar systurnar í kvennaskóla. Já, á Blönduósi? Já, Blönduósi, 2 og 2 saman. En við komumst á kvennaskóla og ég var nú búin að vinna, ég var 21 þá þegar ég fór á kvennaskólan og ég var nú búin að vinna þó nokkuð og ég átti ekki fyrir náminu. Ég varð að taka lán. Það var ekkert mál og við fórum saman 2 og 2 og ég man að við fengum lán hjá manni í sveitinni sem átti einhverja peninga og hann lánaði okkur með glöðu geði og svo þegar það var gert upp þá var ég tek það fram að það voru ekki borgaði vexti, bara sama upphæð. Já. Það var vel gert. Það var vel gert. Já. Það var Grímur sem bjó á Bakka. Já. Hann lánaði okkur. Já. En ég bara, pabbi kom einu sinni í heimsókn og hitti okkur inn á skóla og hann gaf okkur einhverja 100 krónurnar og það var bara þó nokkur peningur. Já. Já. Og svo gáttu bræður mínu lært meira. Kristján bróðir minn fór það var smíðaskóli á Hólmi í Landbroti. Það voru kenndar líka, það var bóknám líka þar. Já. Hann var þar 2 vetur en Guðmundur bróðir minn, hann fór aftur á Bifröst og lærði meira. Það var orðið rýmri fjárhagur. Já. Og þið, þegar þú ert í þinni æsku, þá eru náttúrulega systkini leikfélagar en voru í samskiptum við krakkana á hinum bæjunum? Já, við vorum það. Það var góð samskipti milli bæja. Já. Og það var ekkert mál að labba á milli bæja. Og svo þegar við vorum unglingar þá löbbuðum við inn á Skagaströnd til að skemmta okkur þar. Já. Og það var allt í góðu. Og stundum fórum við á hestum og geymdum þá bara í hesthúsunum. Við vorum að skemmta okkur. Var það verið að fara á böll? Já. Sjómannadagsballið? Til dæmis, já. Það var það. Og svo voru eftirminnileg skemmtun á Brandaskarði. Já. Heimahúsið þar. Það var það íbúðarhús sem Lísa býr í núna.
Það var verið að rýma það og þar voru spilakvöld og dansað og spilað á harmoníku. Já. Og þetta var bara góð upplifun. Og hver stóð fyrir því þá? Heimafólkið. Bara heimafólkið Já, sjálft? heimafólkið. Ekki verið félagsskapur Nei, sérstakur? bara heimafólkið. Var það Vilhjálmur þá? Þá Vilhjálmur og Jensína. Já. Og þau voru náttúrulega orðin stálpuð börnin þeirra og þau stóðu fyrir þessu líka. Já, já. Eldri systkini. Já. Og þarna skemmtum við okkur vel. Já. En ef þú lýsir aðeins svona umhverfinu í Hvammkoti, Já. svona svolítið forvitin það, Já. þetta er svona því að þetta er horfið og... Það var ekkert vatn í bænum og það var að bera allt vatn í húsið og það var byggt yfir læk og það var svona bönustokkur sem rann í gegnum þess að litla hús sem byggt var yfir og þar gat maður alltaf náði vatn. Já, og líka á veturna. Líka á veturna. Já, og af því að þetta var þarna yfir, það fraus ekki þarna yfirleitt. Já, rann alltaf lækurinn, hann var alltaf á ferð. Og þetta var borið bæði til heimilisins og í fjósið og eins í fjárhúsin. Það var dálítið spölur og brattar að sækja í fjárhúsin. Það var versta vinnan var við vatnsburðinn. Já. Já, ég trúi því. Og hvað voruð þið með, þegar að þið voruð, börn, hvað voruð með kýr? Já, bara til heimilisins. Já, voruð þið margar eða? Það voru nú 2 og 3, aldrei fleiri. Nei. Aldrei fleiri. Og svo var kindur, þá verðum við kindur. Já. Og bara aðeins nokkra hesta sem við fórum stundum á hestbakk. Já, svona brúkshesta. Já, reiðhestar. Já, og svo hestar sem var hafði fyrir kerruna. Já. Var farið að vinna þá með hestaverkfærum, hestasláttuvél og svo? Já, það kom þarna seinast, þá var komin hestasláttuvél sem var hægt að beita hestum fyrir. Já. En annars hefur þetta verið allt gert með handverkfærum? Já, allt með orfi og hrífum, allt svoleiðis. En það var seinast komin sláttuvél og hestum beitt fyrir það. Það voru 2 fyrir vélinni. Já, og hvað voruð þið með margar kindur, svona cirka? Ég get nú ekki alveg fullt, ég held að aldrei náð 100. Nei. Það er ekki það var bara svona til heimilisins. Já. Og þið hefur komist vel af með þetta allt saman bara? Þetta slapp allt, Svo sem ekkert ríkidæmi þá? Já. Það var ekki neina fjár-aðstoð að ræða bara. Það var að bjarga sér eða þá var sveitin tók við manni. Já, og það vildi enginn náttúrulega. Já, það var nú ekki nógu gott að heyra það. Nei. Það gerðist. Nei. Það gerðist með heimili hérna í sveitinu og ég hugsa oft með sárindum til þess. Já. Það var mjög erfiður hjallur að fara yfir. Afskaplega. Mér finnst að bara merkja fólkið. Já, sem að okkur þykir eðlilegt og sjálfsagt í dag. Það er aðrir tímar. Aðrir tímar heldur betur. Já. Þannig að þið búið í Hvammkoti og... Til 49. Já. Sko, ég fermist vorið 49 og þá kaupi pabbi Steinjastaði. Já. Og við flytjum þangað. Ég var búin að vera þar 1 sumar áður, átt að vinna, passa börn og vinna svona. Ég var ekkert mikið heima eftir það að pabbi eignaðist jörðina. Nei, þá var maður líka að fara að reyna að vinna fyrir sér. Já, þannig að þú hefur ekkert búið lengi á Steinjastöðum. Nei, alls ekki. Hvammkot er meira svona þinn staður. Það er æsku heimilið mitt. Já. Og síðan flyttur þú hingað? Svo flytt ég hingað, 1960. Það er 1960? Já. Og hef búið hér síðan. Bara þannig. En fór Hvammkot bara í eyði þá þegar þið fluttuð í Steinjastaði? Já. Það fer í eyði, það var aldrei búið þar síðan. Nei. Það voru byggingar allar orðnar lélegar. Já, þannig að þetta hefur bara verið óskup ljúft. Maður var sáttur við þetta. Maður var það bara. Og á góðar minningar frá mörgu. Já. Það var bara gott að vera barn. En þetta er fábrotið líf í dag. Já, einmitt. Þess vegna erum við að tala um það, því að það er öðruvísi. Já, öðruvísi. En við komumstum öll heil frá þessu. En það var það sem okkur vantaði mest, það var að geta ekki farið meira nám.
Því við áttum frekar gott með að læra í barnaskóla en svo var bara ekki annað að ræða. Já. Að fara meira. Já. Þannig að það er svona, já, það var minna framboð og... Það var bara ekki til, maður var alltaf að bjarga sér að lenda ekki á sveitinni. Já. Það var alltaf verið að passa það. Já, og minna námsframboð líka, sko, Já, það var það líka, möguleikarnir færri, ekki síst fyrir stúlkur. Og helst þá að fara í burtu. Já. Það var svo lítið sem námskeið líka þá.